Góðan daginn, velkomin í handavinnuhornið mitt hérna á YouTube. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Þetta er 10. þátturinn og í dag er mánudagurinn 4. desember 2017 og mig langar að bjóða alla gamla og nýja áskrifendur velkomna. Við erum komin yfir 100 sem að finnst rosalega skrítið en gaman af því að mér finnst skemmtilegt að brasa í þessu og halda utan handavinnu söguna mína þannig og líka bara eins og ég sagði síðast þetta maður er búin að kynnast ógrynni af fólki í gegnum þetta og bara allt verið mjög jákvætt í sambandi við þetta bras af því að maður gerir sér svolítið varnarlausan með því að fara inn á fara í svona framkvæmdir af því að já, það er bara, maður heyrir sérstaklega hjá erlendu podcasturunum að það er stundum smá leiðindi í gangi að hálfu áhorfenda en eins og þeir segja sem lendir því að það er enginn sem er að neyða neitt til þess að horfa á þetta og þetta er allt saman frítt efni, maður er að gefa sinn tíma og svoleiðis í þetta þannig að þetta á bara að vera gaman fyrir alla og hjá mér er það svo sannlega búið að vera það. En ég ætla að setja eins og venjulega neðan á skjáinn hvar mig er að finna, ég virka á Instagram og Ravelli og svo er það like-síða mín á Facebook, Verkefnatöskur Helgu og best að skjóta því að það verður áfram frítt póstburðargjaldið á töskunum 10. desember. Svo er ég búin að bæta eins og sést inn á síðunni þessum krönsum sem ég var að dunda mig við að gera, svona bæði jólalegir og svo bara svona sparlegir og þeir eru að tínast út líka sem er bara mjög gaman að því að ég er alltaf stórtæk þegar kemur að einhverju föndri og geri alltaf slatt í einu og gef eða sel svo það sem ég nýti ekki sjálf. Nú, það sem við ætlum að renna yfir í dag eru klárin og verki vinnslu og hvað datt í pokan. Ég ætla að ripa það niður svo ég gleymi ekki, ég var ekki búin að skrifa það. Og hvað svona, já, hvað er á dagskráni hjá mér. Ég sagði í síðast þetta að eftir þennan þátt, 10. þáttin sem sagt, myndi líklega líða 2 vikur í næsta þátt en ég ætla nú bara að sjá til með það. Ég held ég hafi sagt þetta í síðustu viku einfaldlega vegna þess að sú vika var alveg klikkað skipulega hjá mér og brjálað að gera fram til kvöldi í gær og síðan núna er held ég rólegra framöndan en það getur verið fljótt að breytast. En ég ætla bara, það er svona svo gott að vera bara áskrifandi þá fær fólk tilkynningu þegar að ég setja eitthvað nýtt efni inn og best að fylgjast með þannig en mér er sjálfur rosalega gott að vera bara að gera þetta á þessum tíma en við sjáum bara hvað verður. Nú, fyrst ætla ég að sýna ykkur, ég er í svona klár og er að hamast við að klára gamlar syndir og nýlegar syndir og ég er var að klára hosurnar sem ég var búin með annan í síðasta þætti á litla massbúan minn og þetta er úr Drops Baby Merino og það fer akkurat hálf dokka í minnsta parið og þetta er eins og ég sagði síðast, þetta er uppskrift sem ég fann inn á Handói prjónarar, það var verið að spyrja svona litlar hosur og það var eitthvað sem deildi þessar uppskriftin sem er frí og allt í lagi að sækja þangað inn. Þannig að þeir eru tilbúnir og fara bara í pokan sem er að verða til fyrir litla manninn. Og síðan var ég búin að vera með þessa sokka svolítið óþarlega lengi á prjónunum. Þetta er úr
Austumann Stepp, hérna, ég ætla að teygja mig í dokkuna, fyrirgefiði. Fyrst hún lasir hérna með mig, já, þetta sem sagt Stepp 6 Austumann sem öllu grófara en hefðbundna steppið þeirra og þetta litanúmer 0633 og það eru 150 grömm á dokkunni og það eru 375 metrar þannig að þetta svona svolítið grófara en venjulega sokkagarn þeirra og þetta verður bara svona hlýir sokkar. Ég grunum að yngsta stelpan mín fái þetta í jólasokkin sinn og þegar við bjöggum út í Englandi 4 ár og höfum haft hann sig að vera með sokk út í glugga, svona hefðbundin bara amerískan, ég reyndar saumaði svona fyrir síðustu jól almennilega svona sokka og aðfangadagmorgun þá fáum við að opna það sem að enski jólasveinninn setur í og þar grunna með þessi verði í einum pokanum og hérna já og við höfum alltaf keypt bara eitthvað svona smálegt og frá hvora öðru og stungið þannig í pokan svona til þess að bara viðhalda þeirri einu hefð sem við tókum með okkur heim og hérna og talandi hefðir, ég svona svolítið inn í því ennþá þannig að það voru aðventuhátíðir hérna 2 á Akranesi í gær, annars vegar í vinaminni safnaðarheimilinu okkar og svo upp á Höfðavatnsdvalarheimilinu og það sem að kórinn minn og kór eldri borgara og aðri tónlistamenn voru og þar var ég meðal annars beðin að segja frá mínum jólahefðum og svoleiðis og við erum reyndar mjög laus við jólahefðir, við erum með eina og það að við þessi móðurfjölskylda mín hittst alltaf aðfangadag og það bara í kaffi heim til bróðumömmu og þar eru jólin og hérna ekki stressi fólki eða neitt þó að sé langt liðið oft á aðfangadag þegar við förum heim og þar rifjast svo upp margt fyrir mér hvernig við höfum þetta út í Englandi og svo aftur hérna út í Englandi vorum við mikið bara á náttfötunum jólina því að það var ekkert jólaboð eða neitt svoleiðis þannig að það var rosa notalegt og þar náttúrulega kynntust við þessari bresku hefð en þeir náttúrulega eru að opna sína pakka á jóladagsmorgun yfirleitt bara djamminu og aðfangadagskvöld svona eins og margir gera hér á Þorláksmessukvöldi þannig hérna já, þetta var sérstætt svona maðurinn í annað en þetta fer sennilega í einn af þessum ensku sokkum ensku jólasokkum og ég held ég að nota ég með sko 2 ég með hnykil sem ég vaði upp og ég held ég að vera að nota cirka helmingin á þessari 150 grama dokku í sokkin og hann ekkert rosa hár en hann svona stelpan á svona lága kuldaskó og henni finnst gott að geta farið í aðeins þykkari sokka onni á þegar það kalt og mikið slapp í Reykjavíkinni. Nú svo tók ég þátt hann í leyniprjónu hjá Elli í Skeindir Knits og hún sýndi þá alla sjálf í síðasta podcast-þættinum og búin að gefa út síðustu lausnina þannig að það má sýna þetta núna bara alveg hreint og ég var að horfa á hana Guðlaugu þræðara á Ísafirði í gærkvöldi þar sem hún ætlar að rekja upp sína og ég svolítið sammálinni, þetta ekkert rosalega eitthvað jólalegt en Elli sagði reyndar að þetta ætti að vera meira svona hátíðatengt heldur en eitthvað jólalegt en mér líka rosalega vel við mynstur alltaf en þeir eru svo langir ég vil hafa það langa hérna en mætti alveg vera pínu styttri og puttarnir á mér eru ná hingað og en þeir lögust helling ég skellti í þvottavélina
á ullaprógram og það lagaði það rosalega mikið. Þeir eru of fallegir og ég gerði það bara í 2 litum af því að, eins og ég sagði ykkur í síðustu viku, var svo æst að ég bara tók ekki eftir hvar 3 litur átti að fara og var að láta mig dreyma að gera 2 pör afsakið til þess að gefa systurum mínum í jólagjafir en ég ætla að prjóna aðra. Ég ætla ekki að gefa þess að þær eru með styttri hendur en ég þannig að það er galið og ég hugsa afsakið að þessi verði eiginlega bara svona eitthvað punt upp á vegg. En það var mjög gaman að gera það og mér var sérstaklega gaman að læra að gera hérna þessa áferð hérna og ótrúlega auðvelt þegar maður var búin að komast upp á lag með. Og þetta er Navia Duo sem ég keypti í rúmfattalagarnum og ég notaði samtals rétt að fara að dokka í parið. Þannig að ég gæti gert sko annað par en ég myndi þá vera í pari sem ég veit að er hérna styttra og ekki með langt hérna sko. Og við erum eiginlega allar sammála því í prjónahópnum að þetta er ekki hennar besta sem að hún Ellie hefur gefið út þó séu mjög fínur alltaf þá hérna brástin fannst okkur pínlítið bóðalistin í þessu. En nóg það, ég er ekkert hætt með henni, mér finnst hún æðislegur hönnur ennþá, en þetta er bara svona, kannski reksti á eitthvað sem er rosa langa hönd og getur notað þessa vellinga, aldrei að vita. En svo sjáu þið að ég sitt í einhverju nýju, ótrúlega gaman að vera í nýrri peysu í hverri viku. Hverjum datt í huga þessi geðveiki að fitja upp á 4 peysum geti bara endað í þessu eina viku. Lóksast ég fyrir að klára þetta. En þetta er semst BMT peysa mín úr peysubókinni og hún er úr Austumann Stepp sem að ég bara get ekki dásama nóg í svona flíkur. Þetta er bara æði að vera í þessu. Og hérna, ég ætla að standa upp og sýna ykkur aðeins betur. Þetta eina pirrar mig hérna, ég ætla að setja hérna litlar smellur hérna eða lykkjur til þess að loka betur fyrir. En þetta er sem sagt gripurinn. Ótrúlega ánægð með hana. Passar mjög vel og munstur er virkilega fallegt. Og hérna bara já, ég hendi henni svo bara þegar ég var búin að ganga frá öllum endum og reyndar var ekki búin að setja tölunar en ég hendi henni í þvottavélina bara á ullarprógrammið og þvoði hana og laði hana svo bara til og þá náttúrulega munsturbekkinir eru oft svolítið svona ekkert sérstaklega falleg fyrir maður er búin að þvoða af því að það þú veist, þegar maður er að prjóna með 4 litum í einu, það gengur á ýmsu og það er eitthvað sem jafnar sig þegar maður er búin að þvo þetta. Og frágangurinn að búa til listan og það og hérna ganga frá endum og allt þetta, það tók mig alveg 2 daga. Og sem sagt, bekkurinn líka, hann tók eitthvað nokkra daga þó ég væri yfir með kolana, þá samt er þetta tímafrekt þú ert með 4 þræði að reyna að koma þér í gegnum þetta og þurfa að leysa flækjuna á sérst nokkra þegar maður var búið með nokkra með nokkra lykkjur af munstrinu þá þurfti maður að losa flækjuna og svo fari ekki allt í hnút. En þetta hafðist og ég er eins og ég segi mjög ánægð með hana. Ég er ekki endilega viss um að ég muni aftur og þó, vitið það, mér finnst það svo fallegt að ég á örugglega að gera aðra svona peysu. En þá myndi ég gera hana ofan frá og niður. Mér finnst hérna, það verður fallegra hérna mynstrið þar sem ermarnar koma í ef það eru prjónar ofan frá og niður. Það voru auðveldara að lesa, finnst mér allavega mynstrið. Af því maður það stendur bara í uppskriftinni þú ákveður í rauninni hvernig þú lætur mynstrið ganga upp
hérna það sem ermarnar koma inn í. Það var svona, maður þurfti stundum að leggja höfuðið í bleyti af því það var aldrei eins allan hringinn. Það bara lagðist þannig mynstrið á, þó að maður væri með réttan lykkjufjölda í upphæði, þá það bara þannig mynstrið að það, maður þurfti að hugsa á öllum 4 stöðunum. Og hún var náttúrulega prjónuð hring þannig að ég saumaði bara upp með saumavélinni og klippti á milli. Og svo þegar ég var búin að setja þræða þetta fyrir tölunar og hnappagötin í, þá saumaði ég aftur í saumavélinni það sem þennan bita bara til þess að tryggja alveg að lykkjurnar færi ekki neitt af því þetta náttúrulega superwash þannig að það þæfist ekki svona eins vel saman eins og Navia Duoið gerir. Það krækist ekki almennilega í hvort annað þannig að það er gott að sauma þetta vel saman. Þannig að ég, já, mjög hamingjusöm með þessa. Nú, þá erum við búin með klárin, kaffisúpa. Og þá það verk í vinnslu og ég ætla að sýna ykkur núna bara það sem ég ætla að leggja áherslu á í vikunni. Ég ætla ekki að sýna ykkur cottonmeirinn og karríkólu peysuna því það ekkert svaka, það komna nokkrar umfyrir viðbót á henni og ekkert mikið nýtt að sjá þar, þannig að hún ein af þeim sem ég mun halda áfram að vinna í. Og síðan dró ég upp svona trefil sem að ég var að gera þegar ég var var nýbyrjuð að gera þegar garngangan mikla var og fékk mér þetta garn í ömmu mús þegar við vorum að hittast til þess að ákveða hvernig þetta vera og ég gat svo ekki verið þar með töskunum mína þegar var staðið því ég veiktist og svo dró ég þetta upp, þetta verkefni upp á laugardaginn og sá það að þarna voru lyfjaáhrif í treflinum eða sjálfinu, hvað sem má kalla þetta og þurfti að rekja svolítið upp. En ég kom inn og ég líka skipti nál á þann, ég var með þessa lykkju nál í en hann svo rosalega stífur þetta svo stíft í honum að það bara hentaði ekki með garninu. Þannig ég skipti bara yfir í hæja sjarp prjónuna mína og þetta 4 mm og þetta sem sagt bara svona mjög einfalt munstur en nógu flókið til þess að ég gat klúraði þannig að ég undir áhrifum lyfja. En það komið í lag núna og þetta eru 4 þræðir. Þetta Lola og þetta 50% bómull og 50% akríl. Þetta svona litaskipt og það eru 4 þræðir sem sett í bandinu og þeir eru ekki snúnir saman. Þannig eins og núna nýbúið að skiptast einn græni liturinn yfir í gulan og síðan heldur það þannig áfram. Það kemur einn þráðurinn breytir lit í einu þannig að litaskiptin alveg brjálæðislega löng og ég að detta inn í gula blæinn á þessu og þetta það sem ég mun halda áfram að dunda mér í á næstunni og þessi uppskrift á Ravelry og frí og ég reyndar ekki með nafnið á henni en ég á örugglega eftir að setja þetta upp. Þetta frí uppskrift frá hedgehogfibers.com og ég á örugglega eftir að setja upp svona inn á Ravelryinu hjá mér verkefna síðu fyrir þetta þar og þetta geymi ég í svona einni lítilli töðru sem ég gerði í sumar og svona satinbómull. Þannig að þetta eitt af því sem ég ætla að reyna að halda áfram með í vikunni. Síðan það í lundatöskunni frá Þóri vinkonu sem við komum áfram
fram áður að lundar eru uppáhaldið mitt. Mér finnst þeir svo fallegir. En það er þessi hálskragi þarna úr dýrlítu klukkubrjóni. Það er svo sem ekkert búið að bætast eitthvað rosa mikið við síðan síðast. En það er alls ekki ágætt að sýna ykkur þetta og segja ykkur hvað ég ætla að gera. Það er meira líkur á að ég standa við það og fara ekki að gapa yfir einhverju nýju til þess að láta glepjast. Ég er með nóg af verkefnum nýjum sem að bíða tilbúin í poka. En þeir bíða aðeins. Af því þetta er alveg ótrúlega góð tilfinning að vera að klára þessi verk. Þegar ég var loksins beita í mig að fara að gera það. Þetta er svo sem þetta sjal er ekkert endilega eitthvað sem liggur á að þannig að klára. Þetta er nefnilega afganga sjal. Og verður alveg svaka glaðlegt. Þetta er mest svona sem ég hef verið að nota í sokka. En náttúrulega hressilegt í skammdeginu að vera með svona gleðisjal. Og ég reyni að þetta er svo mikið af endum eins og ég sjá hérna, þá reyni ég alltaf eftir nokkuð litaskipti að ganga frá endunum svo þetta verði ekki eitthvað brjálæðislegt þegar ég er búin að fella af. Og þessi uppskrift er á Ravelry Free og heitir Scrappy Bæjarsjól eftir Emily Clausen og og er alveg frábært í svona til þess að nýta afgangana. Ég er með þetta í tösku sem ég var að prófa að setja svona glært í og hérna eru bara alls konar afgangar. Og svo það sem að verður, og ég prjóna þetta þangað til ég kom með eitthvað aðeins yfir 200 lykkjur á prjónin. Ég er búin að gera eitt svona í sumar annað. Og þá fell ég bara af og þá fer svo, ef það er afgangur af gatninu ennþá þannig ofan í, þá fer það bara í heklaða stóra teppi mitt. Sem að ég hef ekkert verið að grípa í teppi núna því að ég er í þessu, það eru langtímaverkefni og ég er í þessu klárkikki. Þannig að það bíður. Og svo er ég að vinna í tvennum peysum, þessari perigullu sem ég ætla ekki að sýna ykkur og svo er önnur peysa sem ég er að gera úr léttlópafjallinu. Ekkert eitthvað æðislegt að sýna hana svona. En þetta er, ég skal byrja bara að segja ykkur aðeins frá uppskriftinni. Þetta er Rock Creek peysan og hún er eftir Caitlin Hunter sem að gera Sunset Highway peysuna og Swag, sem ég er að fara að gera svo bráðum. Og það er gefið upp í mælt með Malabrigo Rios, þess sem ég nota í lyfjapeysuna. Og léttlópin og Rios er svipað grófleiki, þannig að ég lét bara vaða í að nota það. Til þess að reyna að nýta aðeins nýta léttlópan. Svo ég greinilega það verið leiðilega. Ég hef verið að klára bleki í prentarinn þegar ég prentaði þetta út, þannig að það er ekki falleg myndir af þessu, það sést það. En sést að framan er svona perluprjón, slétta aftan og þau maður sjá að hálsmálið það er svolítið gapandi svona. Ég ætla að fara með það lengra upp og vera með aðeins meira lokað. Og ég ætla að reyna að grípa þetta á til. Þeir hafa breytt einhverju í vinnsluferlinu hjá sér, hjá Ístex, af því að nú er ég að þola öllina ver hjá þeim. Ég fæ sár í munnvikinu og svona þegar ég er að prjóna með. En ég ætla að reyna að gera nokkrar umferðir á hverjum degi. Það er ágætt að miða við það. Og þetta geymi í svona stórum póka sem ég gerði fyrir mig sem er fínn undir að því með allt garnið sem ég þarf í onni þessu. Þannig að þetta er eitt verkefnið og síðan
ætla ég að gera, já, hérna nýju bókina með Heklu í tuskunum. Ég held að bókið sé hjá mömmu, þannig að ég get ekki sýnt ykkur hana núna. En ég ætla að gera mér svoleiðis þegar er eitthvað rólegra á prjónunum hjá mér. Og ég byrjaði bara á fyrstu uppskriftinni og ætla að hekla mig í gegnum bókina. Ég er bara á sama stað þegar ég syngdi ykkur þetta daginn. Þetta eitt af því sem ég ætla að hafa þetta með mér þegar ég fer út úr húsi, eitthvað, og halda svo áfram með það. Já, það er búin að tala um þetta. Og þetta er rosa góð tilfinning að vera klára úr pókanum og sjá að þú veist að það er að fækka og en að samaskapið það sést hérna glitta í kerruna mína þar sem að ég geymi handavinnuna í sem ég er ekki byrjuð á eða er ekkert að vinna í, þá stingi ég þarna inn og geymi. En hún er óðum að fyllast af nýjum verkefnum aftur á móti, en það er líka alltaf lagi, svo framlega sem ég fer ekki að vita upp að þeim. En ég held að það veitti mér alveg rosalega kraft að klára Sunset Highway peysuna númer 2 sem ég var í síðustu viku og að langa til þess að losa af prjónunum, og þetta heyrist manni vera mjög algengt bara hjá handhafinu fólki að ég langar að vera búin með þessi skammtímaverkefni fyrir áramót og það er mikið af svona samprjónum núna hjá erlendum podcasturum þar sem að vera fólk er að peppa hvort annað í að klára það sem það með á prjónum, og meðal annars það er eitt svoleiðis hjá Bakery Bears. Þau eru með svona samprjónsklári gangi og hjá Relatively Crafty er líka svoleiðis, nema þar er sem sagt í því með að klárin ekki, það er sem sagt má ekki vera peysur, sokkar eða leikföng, það er miðað við svona auka hluti á líkamann, sjöl og húfur og vettlinga og hálskraga og svoleiðis. En hjá Bakery Bears er bara allt sem hún vill koma af prjónunum fyrir áramót. Og hjá Arctic Knitting, þar er reyndar, nei það er annað, það er svona fyrir svona verkefni, það sem að svona minnstur prjón. Ég er ruglaði að því ég var að dæla fangaðinn öllum vettlingunum og því á dögunum hjá henni. En það er svona margir að, þú veist, er með þetta markmið. Nú, þannig ég bara vona að ég haldi áfram á þeirri braut. Það er gaman og gaman líka, já, sortera svolítið í þessum vangjafna laga sem ég er með að garni. Gaman að fara í hann og velja sér hvað á að fara nýju verkefni. Gaman að vera með svona eigin verslunin í herbergi á sér. Nema svo fór ég þetta er sérst það sem ég ætla að vera að vinna í, en það er reyndar eitt, og þetta kemur svona samhliða því sem datt í pokan. Eins og ég sagði, þá langar mig að gera sikkurt pari fyrir systur mínar í jólagjafir, og síðasta mynstrið frá Elli í Skeinbjörn Knits vettlingaprjóna pakkanum sem hún gaf út í vetur. Þeir voru að koma og eru rosalega fallegir og þeir líta svona út. Og ég er að hugsa að gera allavega fyrir aðra systruna þetta, og ég fór niður í Snotru. Ætlaði reyndar að gera þarna áður en ég uppgötaði hvað voru rosa langir. Þá ætlaði ég að gera annar par með 3 litum, en ég ætla ekki að gera það núna. Mér finnst það er bara sóun af því að á meðan ég þekki engan sem er með svona langa hönd fyrir þetta. En ég keypti kampgarn, Hafdís og fleiri
Anna Dóra og fleiri hann í prjónahónum mínum hafa verið að prjóna úr kamgarni vettlinga og þeir eru svo ótrúlega fallegir. Það er náttúrulega pínu gljá í kamgarninu og það er svo fallegir litir í kamgarninu. Þannig ég fékk mér þessa 3 liti. Þeir eru svona pínu dýpri litirnir í alvörunni með það sem ég sé. Þetta er betra svona. Já, þetta er líka því sem það má vera. Þannig að ég mun nota sennilega þessa 2 eða þessa í eitt parið og svo sé ég hvað verður. Mér fannst líka önnur systir mín er rosalega Búdda-systirin, hún er mikil garð, mikið í garðinum hjá sér, mikið svona moldakettling og getur vel verið að ég geri flóravettlingana frá Elli handa henni. Nú svo keypti ég bara 2 dokkur í viðbót af Austumann Stepp. Mér vantaði það við Sunset, við Svæk. Mér vantaði meira af þessu í svækpeysuna, þannig að þetta er bara viðbót í það. Þannig að, eins og sjáu, þá er ég sem sagt í þessum klárham og en ætla samt að gera þarna fylla upp á 2.9 núna á dögunum sem eiga að fara í jólagjafir, þannig að það er allt í lagi. Það er ekki eitthvað sem ég er að fylla upp á af því bara að mig langar til að fylla upp á því, þó að sé samt pínu svolítið svoleiðis líka. Svona til þess að halda manni við efnið að klára. Þannig að það er svo sem þetta er eiginlega upptalið á því sem ég er að gera núna. Já, ég hlakka bara til að geta sýnt ykkur svo hvað ég verið búin að klára næst þegar við hittumst og hvað ég ætla þá að leggja á áherslu eftir að ég búin með þau verkefni sem ég var að sýna ykkur núna. Það er eitthvað, ég ætla ekkert að vera að skoða það neitt. Ég ætla bara að klára allt þetta, svo fer ég og kíkja betur yfir pókana og ef það er eitthvað óklára það þá hendi ég mig bara í það. En ég er ekki að fara að klára teppin mín. Þau eru langtímaverkefni og líka svo sem eins og Heklu töskurnar. Þetta er bara svona sem ég ætla að grípa í. Og en ekki eitthvað sem liggur ekki eitthvað sem liggur á mér að klára. Mér langar að klára þessi minni verkefni sem ég er með á prjónunum. Ekki það að peysurnar sé eitthvað lítil verkefni, þau eru alveg ágætis skammtur. En svo er það ætla ég að halda að tala um podcastin. Ég er búin að vera nefna 4 podcast í hverjum þætti núna undanfarið sem að mér þykir gaman að horfa og segja eitthvað svona þess af hverju mér finnst það gaman. Nú Woolenwein eða Jarngasm podcast. Woolenwein er sem sagt litunarframleiðslan hjá henni Kristín í Jarngasm podcast og hún er búin að vera podcasta í 6 eða 7 ár. Byrjaði með svona bara hljóð podcast og er svo komin yfir í á YouTube og er búin að gefa út yfir 250 þætti minni mig og er samt alltaf ótrúlega fersk og áhugaverð. Hún er sem sagt með menntun í kvikmyndabransanum, vann og er lærður klippari og þannig að það er það er rosalega flott hjá henni vídeóin og hún er líka mikið í þessu sem er alveg að tröllir í það YouTube rásunum hjá podcasturunum. Það er svo kallar vlog þar sem það er að setja inn eitt stutt myndband á hverjum degi inn á rásina sína
og það þú veist, bæði, það bara svona, það náttúrulega allt tengt við handavinnuna þeirra. En svo það líka að halda úti podcastunum og ég horfi ekki á þessi vlogg nema ég hafi bara ekki annað að gera. Af því mér finnst ég bara, já, ég ekkert eitthvað brjálæðislega spennt en finnst oft fær maður að gæjast svona öðruvísi inn í lífið hjá þeim meira, fyrir stundum meira inn og svona persónulega. Og hún sem sagt í þessu núna og það reyndar rosalega vel gert hjá henni af því að hún með þennan bakgrunn. En henni fannst, hún sagði þessa sögu í einhverjum þættinum að henni var bara að fara að leiðast og hún var svona pínu að brenna út og það var svo mikill slagur alltaf. Og og hún, þetta ung kona sko og hún af þýskum uppruna og þýska ammennar hafði kennt henni að prjóna þegar hún var lítil stúlka og svona undir álagi þá leita hún í það, í handavinnuna og síðan langaði henni að prófa að lita garn og fór út í það og bara sló í gegn og hún sennilega eitthvað svo eftirsóttasti litari í heiminum í dag og það selst alltaf allt upp á núleitni hjá henni. Ég hef gert það, ég reyndi svolítið fyrir á síðasta ári að ná hjá henni og gafst bara upp. Þetta var bara, þú veist, maður bara farin að setja í innkaupakörfuna hjá sér eitthvað sem mann langaði ekki eins og ný, bara til þess að, en svo það kom að því að maður ætlaði að fara að borga og þá var það sem hefði kallað búið að ræna körfuna þína, þá var einhver annar sem fljótar til og þá náði hann því. Þannig að ég hef ekkert svo sem reynt að undanfari en ég veit bara að hún rosalega eftirsótt. Og ég alveg með ótrúlega gott auga fyrir litunum. Þannig að ég ekkert hissa þó hún sé svona vinsæl. Og ég seti náttúrulega linkana af þessu öllu fyrir neðan vídeóið á YouTube-brásinni. Og hún Kristín þessi sem með þetta 12 para sokkadæmi á árinu sem ég talaði í síðustu viku þar sem þú prjónar minnst að kosti 12 pör á þig yfir árið og safnar þeim í fallega kassa og átt svo allt áramótin 12 pör af fallegum sokkum. Og þetta annað árið í röð sem ég tek þátt því. Ég náttúrulega bara byrjaði að prjóna sokka úr svona fínu gatni á mig fyrir næstum 2 árum. Ég byrjaði svona í febrúar 2016 gerði ég fyrsta parið mitt. Og hún með svona oft einhver samprjón og líka rosalega mikið, hún búin að vera að sauma mikið á sig og gera hellinga því og hún svona goth típa, mikið í svörtu og með rosalega svört hár og hvíta húð og svona, þannig að það bara einhvern veginn gaf auga leið þegar ég byrjaði að fylgjast með henni hvaða stíl hún hallaðist að og hún talar annarslega það. Síðan, og hún sérst í Bandaríkjunum í Brooklyn. Síðan það relatively Crafty sem ég sem frekar ný og ég búin að fylgjast með henni frá upphafi. Hún ótrúlega svona akkúrat kona. Hún bara ef hún ákveður eitthvað þá fylgir hún því alveg fullkomlega eftir og hún í einhverjum svona held ég 3 samprjónum þar sem hún þarf að setja inn 1 sokkapar í hverju mánuði, þannig að hún alltaf að gera minnst 3 sokkapör í hverju mánuði fyrir utan svo annað sem hún að prjóna og hún að prjóna peysur mikið og 1 og 1 sjal og svona og já, hún bara mjög skemmtileg og svona gengur að henni vísri og hún með svolítið skemmtilegan húmor og svona og getur leiðað sjálfur sér og en líka þegar hún var nýbyrjuð að podcasta þá lentu þau í þeirri erfiðu lífsreynslu að maðurinn hennar veikist skyndilega fær að maður minnir að þetta verið blóðtappar en það kom nú strax á daginn að þetta var ekki eitthvað sem væri lífshættulegt eða svoleiðis fyrir hann.
og gekk allt tilbaka og allt það en hún kom alveg til dyranna eins og hún var klædd þegar hún var að segja frá svo og maður skynjaði og varð bara pínu hræddur með henni sko og maður upplifði svo sterkt áhyggjurnar hjá henni en það er einhvern veginn þetta sem maður gerir, maður er bara að tala við sjálfan sig hérna og þá kemur bara allt út en hún er mjög flott, vönduð og skemmtileg típa og hérna og er alveg með ákveðna skoðanir á því hvernig hlutirnir eiga að vera hjá sér. Síðan er það, já og hún er relatively krafti, nú er að stóla úr mér þess að nafni hennar, hún er hérna líka bandarísk og Brooklyn Knit fólk sem er líka bandarísk, það er Jacqueline Salem og ég er með síðasta ekki parið sem ég var að klára að prjóna núna heldur parið þar á undan það var einmitt eftir uppskrift frá henni hún er nýbyrjuð að gefa út sokka uppskriftir rosalega fallegir og þetta mínu voru gulir og það er svona breiður kall framan á og mjór aftan á og hérna hún er líka mikið í bútasaum svo og gaf út núna í saumar til dæmis seríu á ferlinu bara frá því hvað þú þarft mikið efni í þetta teppi sem hún var með svona kennslu á YouTube og bara sýndi skrefið alveg frá A til Ö mjög vel gert hjá henni ég svo sem horfði ekkert að hvernig einasta þátt þar af því ég var ekkert að taka þátt í en það var alveg sér þættir fyrir utan podcastið hennar og hún er hérna hún svona fyrir pínu aðra leiðir henni finnst ekki rosa gaman að gera eins og allir aðrir er að gera og var meðal annars með mjög skemmtilegt samprjón núna í lok sumars og fram á vetur þar sem að hérna verkefnið á rafverðli mátti ekki hafa verið prjónað oftar en 30 sinnum eða skráð inn á rafverðli oftar en 30 sinnum maður getur séð það hvað hérna ef fólk er að skrá inn verkefni sín þar hvað margir eru búnir að gera og þetta var svona hennar leið til þess að vekja athygli á minna þekktum hönnuðum og uppskriftum og svoleiðis og þetta vakti því líka lukku því að þetta náttúrulega dró fram í dagsljósið alveg rosalega flotta hönnuði sem að hérna voru kannski ekkert eitthvað klárir í að markasetja sig og svona eins og aðrir en þetta vakti athygli á þeim og hefur hjálpað þeim hönnuðum helling og gaman bara að sjá svona óhefðbundi prjón sem dúkkaði svolítið upp á þarna. Þannig hún er mjög skemmtileg típa og er amerísk. Og síðan er það 4. podcastið, það er Hey Sister podcast og þær eru líka bandarískar og þær eru líka að lita garn. Hey Sister Janko, já, mér minnir það. Þær eru, systur, eldri systrin á nokkur lítil kríli og með 5. barnið sitt á leiðinni og yngri systrin á einn lítinn dreng og er nýbúin að eignast litla stúlku þannig að það er ólegt yfir þeirra YouTube svæði í augnablikinu og þær eru svona að gefa þetta út bara það er ekkert fast hvenær þær setja podcast í loftið en maður sér það bara að því er áskrifandi þá fæ ég tilkynningu þegar að setja eitthvað í loftið. Þær eru báðar, sérstaklega yngri systrin, hún var bara búin að prjóna í 2 mánuði eða eitthvað álíka þegar að þær byrjuðu að podcasta og hún er bara snillingur sko að prjóna og þær byrjuðu strax að lita garn onni sig af því þær fundi ekki akkurat garni sem að er litina sem þær fíluðu og voru með það gott auga fyrir því sem hún voru að gera að fólk fór að spyrja hvort þær ætla ekki fara bara framleiða og þær gerðu það og er mjög vinsælar en er ekkert með eitthvað brjála framleiðslu í gangi einfaldlega því þær eru sérstaklega eldri systrin rekur stórt heimili og þar fram til götunum þær gera þetta mest ánægjuna vegna og eldri systrin er líka að byrja að gefa út sokka uppskriftir og þær eru rosalega svona þær eru, þú veist,
bara flottar skvísur, þær eru pæla mikið í tísku og allt svoleiðis og eru alveg óhrædda við að breyta uppskriftum og svona og bara láta vaða, en það er nefnilega skemmtilega við prjónið, það er alltaf hægt að reykja upp ef þetta klikkar hjá manni. Þetta er öðruvísi en að sauma, þú ert búin að klippa efnið, þá er rosalega erfitt að fara tilbaka ef eitthvað klúðrast í sniðinu. En með prjóna á skapin og hekleri þá er auðveldara að bakka og laga. Þannig að þetta eru þau 4 sem ég ætla að mæla með í dag og set linkana hérna fyrir neðan. Og síðan á ég hérna 8 podcast eftir sem ég tala með þá í næstu 2 þáttum og þá er ég búin að fara svona yfir það sem ég er með í áskrift og horfi á reglulega. Ég er með fleiri en sumt er ég ekki að horfa fast á þannig. Það er bara svona, það er meira ef ég búi með hinn og þetta og hef ekki til þess að horfa þá fer ég í það. Það er svona sem ég finnst kannski minna skemmtilegt en finnst podcastarnir vera að gera fallega hluti þó ég fíl kannski ekki endilega annað hjá þeim og þá bara fæ ég innblástur í sambandi við uppskriftirnar og þess aftar hjá þeim. Þannig að það fer að styttast í endan á þessum meðmælum hjá þeim og svo var ég nú búin að lofa einni að reyna að duglega að láta vita að ég vissi af svona samprjónum og svoleiðis en núna eins og sko það er alltaf líða undir lok núna áramótin allt svoleiðis dót sem er í gangi núna en ég myndi þá freka bara frá og með næstu frá og með áramótum fara að tala meira það, benda fólki á hvað það er að finna. Ég held þá bara að þetta sé komið hjá okkur í bili og kannski sjáumst við á næsta mánudag aftur eða eitthvað aðeins seinna, bara fyrir eins og ég segi eftir hvað við erum að gera og ég bara óska ykkur góðra handavinnu daga og við sjáumst fljótlega aftur. Bless, bless.